Komið sæl, þá býð ég ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar. Segi hann settan, númer 239. Og það 27. nóvember 2025 og klukkan 17:30. Á dagskrá hjá okkur í dag. Já, best að byrja á því hérna, þeir sem eru mættir. Sá sem hér stendur Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigursson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Vaff Árnason, Kristinn Björgvinsson og Guðrún P. Ólafsdóttir. Og Guðrún P. Ólafsdóttir bæjarstjóri ritar einnig fundagerð. Og áður en við förum í dagskrána, þá þarf ég að leita afbrigða með nokkuð mál. Við útsenda bætta dagskrá bætist við dagskráliður númer 5, kosning í ráð og nefndir, auk fundagerða númer 127 í frístund- og menningarnefnd, sem verður 10. mál á dagskrá, og fundagerð 117 hjá fræðslunefnd sem verður 11. mál á dagskrá. Fæ ég samþykki fyrir þessum afbrigðum? Gefið merki. Það er samþykkt, samhljóða, takk. Þá vindum við okkur í dagskrána. Fyrsta mál á dagskrá er fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2026 til 2029 fyrri umræða. Tekið fyrir 5. mál á dagskrá fundar 438 í bæjaráði þann 5.11.2025. Lögð fram fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Voga fyrir árið 2026 og langtímaáætlun 2027 til 2029. Sviðsstjórar fjölskyldusviðs og fjármál- og stjórnsýslusvið kynntu starfsáætlun sinna sviða og sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssvið kynnti drög á framkvæmdaáætlun. Afgreiðsla bæjarráðs var svo hljóðandi: bæjarráð samþykki samhljóð að vísa fyrirliggjandi tillögu til fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins Voga 2026 og 3 ára áætlun 2027 til 2029 til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og orðið er laust. Guðrún, gjör svo vel. Já, virðulegur forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Það er ánægilegt frá því að segja að fjárhagsáætlunargerðin er í fullri vinnslu og er núna tekin til fyrri umræðu og hefur verið lögð töluverð vinna í með ýmsum sviðsmyndagreiningum og upplýsingaflæði til kjörinna fulltrúa með miklum ágætum þetta árið. Þannig að það er gaman að láta vita af því þegar svona ferli hjá okkur er að batna til betri upplýsingagjafar, til betri ákvarðanatöku. Þannig að hér er stefnt að því að afgreiða fjárhagsáætlun í síðari umræðu í byrjun desember eða 10. desember, réttar sagt. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðrún. Orðið er ennþá laust. Nú hef ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs, þá vil ég leggja til að við vísum fjárhagsáætlun síðar umræðu í bæjarstjórn sem Guðrún kom inn á 10. desember. Þeir sem samþykkja það, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í annað mál á dagskrá. Það er drög að erindisbréfi ungmennaráðs. Tekið fyrir 1. mál á dagskrá fundar númer 127 í frístund- og menningarnefnd þann 13.11.2025. Það sem lögð voru fram drög að erindisbréfi ungmennaráðs. Afgreiðsla frístund- og menningarnefndar voru svo hljóðandi. Nefndin tók fyrir erindisbréfi og lagði til nokkra breytingar. Nefndin ræddi mikilvægi þess að endurskoða framkvæmd skipunar í ráðið að teknu tilliti til reynslu að framkvæmdinni samkvæmt erindisbréfi þessu. Erindisbréfin er vísað til samþykktar hjá bæjarstjórn. Og orðið er laust þetta erindisbréf. Björn, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, mér langar nú bara að koma hérna upp og fagna því að ungmennaráð skuli vera að raungerast hérna í sveitarfélaginu. Þetta er nú bara ansi merkilegt því að forsaga þessa máls er nokkuð löng og búið að vera á stefnuskráni hérna, já, bara nokkuð lengi að koma svona ráði á hér í sveitarfélaginu. En svona hefur ekki hafist með formlegum hætti fyrir nú sem er að raungerast. Og ég tel bara að það sé bara mjög gott og bara mikilvægt að fá ungmennin hérna að borðinu í stjórnsýslunni og hlakka bara til þess samstarfs. Og það kemur til með að fá svona nýjar víddir inn í okkar stjórnsýslu.
Takk fyrir það, Björn. Það eru fleiri sem vilja kveða þessi hljóðs undir þessu lið. Eva, já, gjör svo vel. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, ég tek undir bara öll orð fyrir ræðumanns og langar aðeins að bæta við bara. Ég fagna þessu erindisbréfi einnig, því með stofnun ungmennaráðs stígum við mikilvægt skref í þá átt að efla lýðræðisvitund, þátttöku og áhrif ung fólks í sveitarfélaginu í samræmi við markmið æskulýðslaga, en þar kveðið á að ungmennaráð skuli vera sveitarstjórnum til ráðgjafar málefni ungs fólks á aldrinu 13 til 20 ára. Ungmennaráðið mun skapa vettvang þar sem ungt fólk fær rödd, tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og geta haft áhrif og nær umhverfi sitt, þjónustu sem snýr að þeim og stefnumótun sveitarfélagsins. Þannig að ég vil hvetja alla bæjarfulltrúa til þess að samþykkja þetta erindisbréf, svo ungmennaráðið geti hafið störf. Þetta jákvætt og mikilvægt skref fyrir okkur öll og ekki síst unga fólki okkar í sveitarfélaginu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eva. Guðrún, gjör svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, eftir þessi góðu orð sem hafa fallið að þá finnst mér nú bara vera komið fram allt það hversu mikilvægt þetta skref fyrir sveitarfélagið í að formgera okkar ungmennaráð og gaman að sjá hvað þá fulltrúar sem valdir eru og verða valdir í ungmennaráða, þeir endurspegla fjölbreyttan hóp, þannig að það bara virkilega ánægjulegt að sjá þetta raungerast og ég tek undir með ykkur báðum. Takk fyrir, Guðrún. Og orðið ennþá laust. Fleiri vilja ekki kveða þessu hljóðs, þannig að ég ætla þá að leggja til samþykktar þetta erindisbréf fyrir ungmennaráð. Þeir sem samþykkja það gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 3. mál. Það samkomulag Hafnargata 101. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá. Fundar númer 438 í bæjarráði frá 5.11. síðastliðin. Þar lögð drög að viðauka samkomulagi við uppbyggingu við Hafnargötu 101 og afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykki samhljóða framlögð drög að viðauka við samkomulag uppbyggingu við Hafnargötu 101 sem snýra tilfærslu dagsetninga og breytingum varða útlagan kostnað við Arnarvirkis við framkvæmd niðurrifs, vísa til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs, þá ætla ég að fá að leggja þessi drög að viðauka fram til samþykktar og þessi samþykki hann gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. mál, Betra Ísland, ábendinga hvað má betur fara í umhverfismálum. Tekið fyrir 4. mál á dagskrá 28. fundar umhverfisnefnda frá 12.11. síðastliðin. Farið yfir samráðsvettvang Betra Íslands fyrir Voga en ætlunin sé að hefja söfnun hugmynda fyrir næsta ár. Umhverfisnefnd hvetur bæjarstjórn til að veita fjármagn í verkefnið sé að ræða lýðræðis og samráðsverkefni íbúa og sveitarfélag sem gerir sveitarfélag betra, skapi eitthvað nýtt, geti eflt hreyfingu og hafi jákvæða áhrif á umhverfi íbúa. Og orðið laust. Nú engin kveður þessu hljóðs, þá langar mér að leggja til bara að þakka umhverfisnefndinni fyrir hvatninguna og leið og við vísum þessu máli í fjárhagsáætlun og þeir sem samþykkja það, gefið þó merki. Það samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá, kosning í ráð og nefndir, lögð fram tillaga tilnefningu aðalmanns og varamanns í stjórn Reykjanes Jarðvangs í tilefni aðalfundar 8. desember næstkomandi. Tillagan að bæjarstjóri veri aðalmaður og Friðrik Valdimar Árnason verði varamaður.
Er ykkur sem vilja tjá sig þennan lið? Og ef ekki, þá legg ég þessa tilnefningu til samþykktar. Þeir sem samþykkja hana, gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Svo erum við komin í fundagerðir. Ég ætla að lesa þær hér upp og opna svo bara á mælandaskrá fyrir þær fundagerðir. Það þá fyrst í 7. liður bæjarráð sveitarfélagsins Voga númer 439. 7. liður bæjarráð sveitarfélagsins Voga númer 438. Svo það umhverfisnefnd sveitarfélagsins númer 28. Frístund- og menningarnefnd númer 128. Frístund- og menningarnefnd númer 127. Og 11. mál fræðslunefnd númer 117 og orðið laust. Eva, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, kannski bara byrja á fundargerð frístund- og menningarnefndar og líka í ljósi þess að við vorum að samþykkja erindisbréfið. Þannig að það mín sönn ánægja að fá að fagna hér í dag formlegri tilkomu ungmennaráðs sveitarfélagsins Voga sem hefur nafnið Ung Vog. Og ég vil líka þakka Hólmfríði, sviðsstýris fjölskyldusviðs og frístund- og menningarnefndinni sem hafa komið að undirbúningu og mótun ungmennaráðsins. Og svo ekki síður þakka þeim ungmennum sem munu nú feta sín fyrstu skref í þessu mikilvæga hlutverki. Og ég hlakka til samstarfsins því ég trúi að Ung Vog verði sveitarfélaginu ómetanlegt í framtíðinni. Svo ef ég held mig bara við þessa fundargerð þá svona ýmislegt í við erum farin í svo skemmtilegan tíma. Það í þeim fundi þá fórum við yfir skal ég segja ykkur viðburði og við náttúrulega erum að fara inn í jólatímabilið og þá náttúrulega margt um að vera hér í sveitarfélaginu. Aðventu helgarnar, kveikja á jólatrénu og árlegi kökubassarinn hjá kvenfélaginu og jólabingo og epladagurinn og jólamarkaður. Þannig að það hægt að finna ýmislegt og þetta allt hægt að finna á heimasíðu sveitarfélagsins. Þannig að ekki láta það fram hjá ykkur fara. En svo líka bara margt í gangi, þannig að kannski bara ekkert að fara eitthvað djúpt ofan í það, en það verið að taka alls konar stefnur og svoleiðis í að skoða þær og endurgera, eins og til dæmis aðgerðaráætlun íþrótta og tómstunda sem mjög mikið fagnaðarefni og eins líka endurgera fræðslustefnu í sveitarfélaginu sem bara orðið tímabært. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eva. Já, það vert að minnast á traffíkina hjá okkur í desember. Það nógu að vera hér í þessu sveitarfélagi og bara fagnandi að hvað það haldist vel í ákveðna viðburði hérna. En orðið ennþá laust varðandi þessa fundagerðir. Nú ef ekki þá eru þær lagðar fram. Fyrirgefðu Guðrún, gerðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mér langar til að taka þess þátt undir í dagskrárlinu fundagerð fræðslunefndar og snýr akkurat að því að hvernig við sjáum það raungerast það með nýjum sviðsstjóra, fjölskyldusviðs, að hvernig okkur vex ásmegin, að það verið að leggja fram ýmis gögn og vinna ýmislegt sem sem mjög vel og bara spennandi tímar framundan og ber fundagerð fræðslunefndar þess glöggt vitni. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðrún. Hæja aðeins á mér svo ég gleymi nú ekki neinum, orðið ennþá laust. Þannig að það vil ekki fleiri kveða sér hljóðs, þá eru þessar fundagerðir að öðru leyti lagðar fram og ég ætla að fá að slíta fundi bæjarstjórnar 1746.